Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára þýðir að Landspítalinn þarf að skera niður rúmlega 5 milljarða króna. Þetta segir framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítalans. Samkvæmt 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar vantar yfir 5 milljarða króna til að Landspítalinn geti sinnt þeim verkefnum sem honum ætlað. Þetta segir framkvæmdastjóri fjármálasviðs spítalans. Ársfundur Landspítalans var haldinn í dag. Yfirskriftin var Framtíð spítalans og var þar farið vítt og breitt yfir hina ýmsu þætti starfseminnar. Eins og við var að búast var fjárhagsliðin áberandi. 85 milljóna króna halli var á rekstrinum á síðasta ári. María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs spítalans, fór yfir ársskýrslu hans sem og fjármálaáætlun stjórnvalda til ársins 2022. Það gert ráð fyrir að bæta tæplega 45 milljörðum inn í alla sjúkrahúsþjónustu landsmanna á þessum 5 árum og þar af 35 eða 36 milljarðar sem fara í stofnkostnað við uppbyggingunum við Hringbraut og þá nú 9 milljarðar eftir. Okkur sýnist svona að algjöru hámarki gæti 7 milljarðar tilheyrt Landspítalanum en á móti því koma aukin verkefni sem að nema nálega 12 milljörðum þannig að út frá því þá sjáum við nú ekki annað heldur en að sjúkrahúsþjónustunni sé ætlað að skera niður í raun 5 milljarða. Það aukning til heilbrigðismála, auðvitað með sérstakri áherslu á uppbyggingu á nýjum Landspítala en það satt, það eru verkefni sem að erfitt að fjármagna, sérstaklega framan af áætlunartímabilinu. Sum verkefni sem að við höfum verið að fjármagna núna í ár til dæmis sem eru tímabundin, þau munu skila sér betur inn í reksturinn í framhaldinu. En nei, vissulega eru sjónarmið að við gætum gert þetta hraðar en við erum að byggja upp eins vel og við getum en með áherslu á nýjan Landspítala. María segir að 90% af fjármagninu sem gert sér ráð fyrir til Landspítalans komi á síðustu 3 árum fjármálaáætlunarinnar. Það þýðir auðvitað það að þeir sem eru bráðveikir og þurfa á sjúkrahúsþjónustu á næsta ári, þeir njóta ekki þess fjár vegna þess að það ekki komið. Svo einfalt það? Það ekki flokkið. Þingmenn stjórnarandstöðu hófu þingfundin á því að kalla eftir nærveru Óttars Proppé heilbrigðisráðherra til að ræða stöðu mála leyfi til klíníkurinnar en það virðist afar óljóst hvernig túlka beri orð ráðherra í mars einkareksturinn þar. Og það ræddi þingflokksformaður Vinstri grænna við fjármálaráðherra í dag og kallaði eftir svari. Telur hann eðlilegt að efnameira fólk geti haft aðgang að betri heilbrigðisþjónustu? Telur hann eðlilegt að ríkið verji fé til kaupa á slíkri þjónustu af gróðafyrirtækjum þegar að heilbrigðisstofnanir í sameiginlegri eigu samfélagsins eru sannarlega undirfjármagnaðar? Fjármálaráðherra sagðist telja að fleiri valkostir komi mörgum til góða en svaraði spurningunni ekki beint. Ég held að það sé sjúklingum til góðs að hér séu fleiri aðilar sem geta læknað á. Ég held að við stytt biðlista í kerfinu að hér eru núna nokkrar stöðvar sem geta til dæmis gert bæklunaraðgerðir og aðrar slíkar aðgerðir og ég held að það sé sjúklingum til góðs og ég held að við verðum alltaf að horfa á þetta þannig að við höfum að setja sjúklinginn í öndvegi.